Góðan daginn og velkomin í þátt númer 68 hér á YouTube-brásunum minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Ég er vel kvefuð eins og það heyrið, eða svona ekki beint. Þetta er svona leifar. Ég er nefmælt og pínu hás en ég vildi ekkert vera að fresta þessu neitt. Þetta lagast eftir því sem ég tala meira og drekk meira kaffi. En ég var að spá í að taka bara örlitla kynningu á mér af því það eru nú nokkrir nýir komnir hér inn. Ég heiti semst Helga og bý á Akranesi og er gift og á 3 dætur, þar á eina stjúpdóttur. Þær eru allar fluttar heiman og komna með maka og 2 þeirra með börn og þannig að ég á 3 lítil barnabörn. Elsta er að vera 4 og miðjan var 2 í febrúar og yngsti var 1 í mars. Þannig að það er fjör þegar allir eru í ömmu og afahúsi. Nú, ég hef alltaf verið rosalega gefin fyrir handavinnu, enda alin upp á handavinnu heimili. Mamma mín saumaði mikið af okkar fötum í gegnum tíðina þegar við vorum börn og prjónaði líka mikið en ég man helst eftir henni við saumölina og að sitja í fanginu á henni og horfa á henni að sauma var bara mjög skemmtilegt. Og þannig að ég lærði snemma handtökin og síðan var þetta náttúrulega kennt í barnaskóla. Þar lærði maður bæði að hekla og sauma og saumaæl og ég man að ég saumaði mér smekkbuxur þegar ég var svona sennilega í það sem er í dag 9. bekkur, eitthvað svoleiðis. Þannig að ég hef alltaf verið svolítið gefin fyrir föndur og hef alltaf verið eitthvað að dunda í gegnum tíðina, hvað sem að prjónaskapur eða eitthvað annað. 2008 greindist ég með MS og var nú reyndar ekkert að gera neitt þá, einfaldlega þegar ég var bara það veik að það var bara ekkert í boði. 1,5 ár var ég meira og minna föst hérna heima, en síðan er þetta búið að vera bara upp á við síðan, en þetta tekur sinn tíma að koma tilbaka og maður kemst víst aldrei alla leið tilbaka, en maður hættir ekkert að reyna. Og þegar að hægri hendin var aftur samstarfsfús og orðið morgun ljóst að ég væri ekkert að fara út á vinnumarkað og þá varð ég að hafa ofan að fyrir mér hérna heima og að því að ég er greind ofvirk og með svona vægan athyglisbrest sem olli því ef það var kveikt á sjónvarp og ég var ekki með neitt í höndunum að þá bara datt ég alltaf út og sofnaði mjög fljótlega því að hugurinn fór eitthvað með mig þangað sko. Og fljótlega eftir að ég nokkrum árum eftir ég greindist þá hætti ég að geta að lesa bækur af því ég er með mikla skemmd í vinstra auga sem að olli því að mér þótti það var bara erfitt að lesa og þreytandi og mikið álag á góða augað og svo sofnaði ég. Þannig að það fylgir svo líka mikil síþreyta þannig að það spilar inn í. Þetta er svona svolítið flókið kombó en gæti verið vera. Þannig að ég fór að taka upp prjónana og meðal annars prjónaði í gott rúmt ár fyrir rammagerðina út á Flugvelli og hætti því nú svo þegar að ég fékk eitthvað B-vitans ofnæmi fyrir ístakslópanum. Nú, síðan kemst ég í kynni við prjónahóp hérna á Akranesi sem heitist alltaf einu sinni í viku upp í bókasafninu. Það er svona opinn prjónatími alltaf á mánudögum klukkan 3 og þar datt ég inn í hópa á alveg frábærum konum og við höfum flestar eða svona kjarnin úr þeim hóp hefur svo haldið sig saman. Ég man ekki hvort að við erum í janúar næsta ári
þá erum við búin að vera saman í 4 ár. Og þá kynnist ég sjaladellinni og svona alls konar öðruvísi en ég var vön að gera. Þannig að það opnaðist fyrir mér alveg nýr heimur og ég fór að skoða handlitagatn og fór að fikta sjálf við að gera það og já, og síðan ætlaði ég að taka þátt í garngöngunni sem var sérst fyrir 2 árum. Af því ég var að byrja að gera svona handavinnutöskur, af því að mér leiddist að vera með allt í bónus og hagkaupsbókum og einhverju slíku, af því að ég fytti alltaf upp á slatta, ég tek svona uppfytjunarköst. Þannig að ég fór að sauma mér handavinnupóka og var svo hvött bara til þess að fara að gera þetta fyrir aðra og selja og ég ætlaði að kynna mig sérst á garngöngunni og búin að fá pláss í einni verslun og svona, en enda svo bara í aðgerð þennan laugardagsmorgun og já, og þar fór það, þannig að ég opna Facebook síðu þegar ég er búin að jafna mig og þá hefst fjörið. Og ég fer bara að kafa í þetta og ég var svo heppin að fá að vera í handverkskunst á garngöngunni á síðasta ári, handverkskunst í Árbæ og verða aftur þar í ár með töskurnar. Nú og þegar ég byrjaði í þessu töskubrassi þá kynnist ég nýjum hópi Reykjavík sem að kalla sig Tjarnardísir og við hittumst hálfsmánaðarlega og ég reyna að fara eins oft og ég geta því þar opnaðist enn einn heimurinn og þannig eignast ég fullt af yndislegum vinkonum. Þannig að þetta hefur ekki bara gefið af sér einhverja flíkur, heldur líka dýrmætan vinskap og fullt af nýjum hugmyndum. Oh my god. Þannig að já, þetta var bara svona smá um mig. Og ég kalla mig handavinnu óða því að ég, eins og segi, ég tek svona uppfytunaræði, ég hef verið spurð ítrekkaði hvort ég prjóni svefni en ég bara nota hverja einustu stund. Sérstaklega heima þá og í bílnum og bara þegar ég sest niður og þarf ekki að vera að gera eitthvað annað, þá er ég með prjóni í höndunum, en ég er svo sem ekki mikið að taka þetta með mér í afmæli eða veislur eða svoleiðis, en bara svona þar sem að mér líður vel með þetta. Ég ætla aðeins að setja ykkur á pásu, þið finna ekkert fyrir svona, búin að pásu. En já, þannig að þetta er ég og mig er að finna á Instagram og Ravelry sem Helga A71 og ég er með síðu á Facebook sem heitir Verkefni Töskur Helgu og þar getið þið sendt mér líka skilaboð. Svo er ég með vefsíðu þar sem að töskurnar mínar eru á sem að heitir handverkhelgu.com og við erum með Ravelry hóp sem að heitir bara Handverkhelgu en ég er alveg ógeðislega lélegur rafari hvað þetta varðar. Ég er duglega að fara þangað til þess að skoða auðskriftir og kaupa þær og ég set verkefni mínu öll inn á mína síðu en hópurinn er svona pínu slappur eitthvað. Þannig að kannski fara að gera eitthvað í því. En bara tíminn flýgur. Það er nú bara ekkert flóknar en það. En nú hellum við okkur í þetta. Þeir sem eru búin að horfa á mig frá upphafi og eitthvað síðustu þætti eru náttúrulega bara nennið ekki að hlusta á mig tala um hver ég er mjög oft, en það er nú svolítið langt sem ég gert það síðast. Nú, ég ætla að fara yfir klár, verk í vinnslu, hvað þetta pokan, hvað er á döfunni og töskurnar. Og þá bara ekkert eftir neina að bíða, en ég sit í klárinu, eina klárinu þessa vikurnar. Þetta er stórt klár og ég er svo hamingjusöm með þetta klár. En þetta er Malt Magic eftir Stephen West. En ég kalla mitt Black Magic. Einfaldlega því að það er bara black. Það er svart. Þetta er náttúrulega bara, ég er að leiðina á æfingu þannig ég er komin í æfingabuxurnar. Þetta er bara fallegt. Og það var svo gaman að prjóna þetta. Ég var reyndar, þegar ég byrja sérst, maður byrjar á þessum hérna gæja. Og vúp! Klippum þetta út. Ég byrja sérst á þessu messi hérna.
og það var, ég notaði alltaf sem sagt leys frá Dropp, svart leys, svona örfínan þráð, ég notaði hann í gegnum allt og svo var þetta bara mohair frá Sandnes sem ég notaði. Og mér fannst þetta ætla aldrei að líða því að ég var svo spennt að fara að nota handspunna gatni mitt í þetta sem átti að koma í næstu skellu, næsta part. Þannig að og þetta er afgangurinn af handspunna gatninu mínu. Það er svart með svona olíubrákar blingi í sér. Og það var frekar erfitt að spinna því að þetta olíubrákar, eða þessi þráður þetta er gerfi og það gerir þetta svolítið sleift og svona vandasamt. En það hafðist og ég spann 400 grömmu af þessu. Ég gerði þetta tveggja þráða, spann svo 2 þræði saman þegar ég var búin að gera svona singles eða ein spinnu og svo spann ég þetta saman í tvíspinnu. Og það er hérna er þetta til dæmis í perluprjóni, hérna er þetta í svona gataprjóni eins og maður gerir í upphafi. Hér er þetta í garðaprjóni og þá er ég með á milli, var ég með leysi líka og leysi er alltaf líka með mínu handspunna. Þá var ég með leysið og bara baby ull frá Lanet og ég var með smart eitthvað staðar sennilega í þessu, já. Og svo var ég með alpakka, nei, baby, hvað heitir þetta? Ekki leysið, já, baby alpakka silk og svo var ég held ég með eina hespa flóru frá Drops líka. En þetta er bara allt meira minna svart nema blingið í handspunnagatninu mínu. Og ég bara gæti ekki verið hamingjusamari og ég var búin að taka til gatni aðra sem verður svona í litum og núna bara get ég ekki beðið eftir að komast í þá tösku og byrja á því. Þetta er meiri átt að gaman að prjóna þetta og ég var allan tímann að hugsa hvernig endar þetta, hvar tengist þetta af því ég, þú veist, er ekki takt fyrir að fara í gegnum alla uppskriftina eins og maður ætti að gera áður maður byrjar, en ég veit svo sem að Stephen, hann leiði mann alltaf maður þarf ekki að lesa uppskriftirnar hans í gegn, þannig að þetta var svolítið spennandi að vita hvernig þetta endaði og þetta bara endaði dásamlega. Ég er alveg bara ánægð með þetta og svo gaman að gera eitthvað og það hefnast svona vel og maður verið svona glaður með þetta. En það var erfiðara að ná góðum myndum af þessu til þess að setja á Ravelli og Instagram. En ég fæ kallinn með mér bara út í kvöld kannski. Þegar sólin verður ekki eins tjúlluða því það sést ekkert. Ég þarf að draga alveg fyrir hérna svo að það væri ekki bara brjála ljósasjó á skjánum meðan ég er að þessu. Og þá er, já, þetta er sérst klárið. Ég bara eyddi öllu púðrunni í að klára þetta. Klára þetta fyrir helgina og náðu þetta og þetta er búið að hanga bara til þerris á meðan við fórum. Skelltum okkur á Apavatn, hjónin, ásamt frænda mínum og hans fjölskyldu. Og þegar við vorum að gera vagnin okkar tilbúin fyrir útilegum daginn þá ákvað ég að henda ofan í tösku, garni og uppskrift til þess að byrja á þarna í sveitinni. Og uppskriftin heitir Spring Cleaning eftir Stephen West, nýleg uppskrift og þetta er svona frábært fyrir afganga. Og ég ákvað að nota garn frá frú Valborg sem ég átti til og ég er líka með frá systraböndum og ég er með handleita garn eftir mig. Ég er með
hennar Kristínar frá Vatnsnes og svo ég með handlitagard sem að ég að rembast að muna frá hverju meira en það erlendur litari, ég man bara ekki hver það en þetta náttúrulega orðið of stórt fyrir prjónin en ég búið með fyrstu 4 hlutana af 7 en þessir 3 stæðstu eru stærri en hver og einn hér sko. En hérna neðst í fyrsta hlutanum sem sagt frú Valborg og með henni móhair og systrabönd og miðjan hérna líka frú Valborg og þetta frú Valborg og hér eru systrabönd og móhair líka og ég að nota Kitsilk móhair sem ég átti bara hvítt frá Drops og þetta sem sagt kontrastið, þetta hespan sem alltaf á milli umferðina sem sagt ækortið Jesus Byrtan sko, ækortið hérna og hér á milli það verður nú pottet, það verður örugglega ágangur af þessu öllu sko og í miðju hlutan af því að þessi hérna gæi súkkulaðibrúni var með hinum 3 frú Valborgar litunum, þetta líka frú Valborg í sjali sem að ég gerði sýnshorn fyrir Stephen af Exploration Station úr þessum frú Valborg garni öllu saman og þannig að mér langar að nota það saman í þetta sjal líka og ég ætla að nota þetta og þennan hérna, þetta dröfn frá henni Vatnsnes og sem sagt að hafa það í næsta kafla og gera það svona röndótt. Hugsanlega fær þessi gæi, ég ætla að prófa sem sagt að gera svona á aðra prjóna bara nokkrar umferðir og hafa móhairi með af því að mér finnst þetta pínu svona verða pínu skarpt sérstaklega þetta sko þetta virkaði rosa vel á Exploration Station af því þetta var liturinn hérna kontrastið á milli umferðina þar eða hlutana og svo í blúndunni þannig að og það svona brúnt í drafnarlitnum þannig ég ætla að prófa að sjá hvernig að því ég vil svona aðeins dempa niður þennan þannig ég ætla að prófa að setja móhairi með og sjá hvernig það kemur út nú svo í 7. kaflan ætla ég að nota þetta handlita eftir mig og þetta mjög fingert, þetta svona light fingering þannig að ég hugsa ég haldi því 2-falt þetta já alveg 2 gæja af þessu og þetta bara eitthvað sem ég handlitaði fyrir löngu síðan og í síðasta kaflan verður bara sko ég get bara sagt eitthvað hvað þessi brúni frá frú Valborg heitir Onodrim og síðan heita hinir Seagrass og Ice Mint og svo flúði einn á gólfi sem heitir Azure allir svona blátóna síðan var ég sem sagt með skýjahuluna frá systraböndum og móhairið þannig að og þetta svo einfalt og skemmtilegt og þægilegt sjal maður bara lærir strax endurtekningarnar þetta bara frábær þú veist ef maður langar að prófa sig í sjalabransanum að þá mæli ég alveg 100% með þessu og líka bara ef við unnum sjalaprjónar og vantar eitthvað svona létt sjal til þess að vinna í og hérna ég búin að taka til í annað sjal
annað springklíning. Því að það eru ferðalegu framöndan og þá er svo gott að hafa eitthvað svona kunnulegt. Og ég þarf reyndar að fara að vinda hespurnar upp í það. Það er garni úr dagatalinu frá Vatnsnes á síðasta ári. Ég nefnilega var ekkert búin að gera úr því. Langaði ekki endilega að gera uppskriftina sem fylgdi með. En litirnir eru algjörlega mínir í þessu dagatali, þannig að það er bara ekkert ólíklegt að það verði annað springlinsjál úr því og þá mun ég, þar eru mjög litlar hespur og svona líka, þannig að þá mun ég vera svona að leika mér með að blanda þessu saman og svo leys. Það er svona ákvæði að prjóna fyrst þetta því að þetta er svona með svona alveg litablokkum. Ég nota nánast það bara hérna sem ég er búin að gera eitthvað svona og svo í kaflanum, 5. kaflanum sem er að koma sem ég ætla að gera eitthvað svona blanda saman litum og ég er svona að sjá hvar það er hægt af því að það er alveg hægt allsstaðar en ef maður nennir að ganga frá milljón endum og ég svo sem til það ekki eftir mér finnst það bara að vera partur af prógramminu að ganga frá endum og þú strekkja og gera fínt og svona. Mér finnst það alls ekki leiðilegt. Mér finnst þetta er allt eitthvað, þetta er, þú veist, ekki þetta skemmtilegasta, en þetta er eitthvað sem það þarf að gera. Og þú veist, mér finnst líka ógeðslega leiðilegt að fitja upp, en maður verður að fitja upp til þess að geta byrjað. Mér finnst það ekki leiðilegt, en þú veist, það er ekki skemmtilegasta parturinn af þessu. Þannig að ég reyna að peppa ykkur upp sem að finnst ógeðslega leiðilegt að ganga frá endum. Bara do it. Ég hugsa alltaf, sko, ég get ekki sagt að verkefni sé tilbúið fyrir ég er búin að ganga frá endum. Þannig að það er mitt svona, þú veist, halda áfram. Í þessum flotta Vestnitz the best knits eru sokkarnir mínir sem ég prjóna í bílnum og þeir eru alveg að vera búnir. Það er bara pínu pons eftir að garninu sem ég ætla að klára, ég ætla að gera bara alveg. En þetta verða sérst 2 pör. Hérna er mín eitthvað stressuð, það er allt í einu hérna svo mjókkun á, mjókkar hérna nokkra umfyrir. Og hér líka, þetta er greinilega eitthvað, við erum að keyra eitthvað, ég hef eitthvað verið stressuð. Þarna. Eða eitthvað tens. En þannig að svo þegar ég komin hérna upp, þá kemur bara stroff hér, síðan finn ég bara miðjuna og þræði prjónum sikkur megin á það og klippi svo á milli og skilað. Þá fær þessi neðri hluti stroff og þessi efri hluti tá. Og síðan verður bara eftir á ísettir hælar og þá er komið 1 par. Og svo ger ég það sama við þennan gæja. Og þeir verða hærri en venjulega, af því að venjulega er ég bara, eins og ég sagði ykkur síðast, þá ger ég tanna, prjóna svo 60 umferðir, geri fyrst lipskisshíl, prjóna svo 60 umferðir og svo stroff, yfir 20 umferðir. En hérna er ég komin með, sko, því ég taldi í gær, þá var ég komin með 239 umferðir og þá var ég komin eins og hingað. Ég hef sennilega búin að prjóna einhverjar 7 umferðir síðan og á þetta eftir. Þannig að þeir verða alveg, ég held kannski að annað parið þyrfti að vera styttra. En þeir verða þá jafn langir, þannig að, þú veist, alveg perfekt. Þannig að kallinn fær annað parið og ég hitt og þeir verða bara nákvæmlega eins og við erum við að hafa það. Og þetta er hérna Mondum garnið sem er til litlu prjónabúðinni, portugalska ullin sem er algjört æði. Mondim. Og þetta er sérst kontrast, eða hérna hællin, táin og stroffið liturinn. Þannig að þetta fer ekkert aftur út í bíl. Nú fer ég bara að vinna þetta hérna inni, fer bara að fara að drífa mig að klára þetta og það fer bara annað sokkapar út í bíl. Nóg það. Síðan sagði ég eitthvað síðast að ég komst í svo skemmtilegt garn og það var alveg fullkomið í throwback eftir Andreu Mári. Og helgina, það gerist ansi margt helgina, ég náði að klára munsturbekkin sem var svolítið puða því að ég með hann að opna, þannig að ég prjóna fram og tilbaka. Og það var í fyrsta skipt sem ég er að gera munsturprjón brugðið
En það kom alveg smátt og bara gekk svo bara orðið ljómandi vel í restina og ég búin að skilja að hérna þannig að og klára hespuna. Ég var bara með eina hespu svona græna með mér og hún búin þannig að nú ætla ég að gera ermarnar af því ég með takmarka af þessu græna. Ég ætla að byrja á að gera ermarnar og hugsanlega ger ég þennan munsturbekk hérna neðst á ermunum til þess að drýja þetta græna. Ég ætla að prjóna sem sagt báðar þangað til að þetta bara mæla sentimetrana á þessu og hérna hugsanlega, veitir það, hugsanlega legg ég þetta í bleyti og legg þetta til þess að sjá hvernig þetta verður eftir þvott, hvort það tóknir mikið á þessu, að þetta er 100% merino. Þetta er ekki súpevós, en það er rosalega mikið teygja í þessu, þannig ég þori ekki annað en að þvo þetta og sjá. Þá get ég mælt hérna þennan gæja og séð jafnvel hvort ég þurfa að bæta við svona. Og þeir sem hafa prjónað þessa peysu vita að það eiga nú bara að vera hérna 3 munsturlitir, en ég er með fullan poka af alls konar litum. Þannig að ég lék mig bara með það. En þannig að, og svo hugsanlega niðri neðst á búknum þarf ég líka að gera eitthvað dúlídúl til þess að hérna til þess að ég mynd þetta voru mér að því ég vil hafa hann aðeins lengri heldur en uppskriftin segir ef ég mögulega get. Svo þarf ég bara að passa mig á að skilja eftir fyrir hálsinn og hérna hnappagata böndin framan á. En þetta var mjög skemmtilegt og góð áskorun og lærdómur að prjóna munstur fram og tilbaka. Að gera munstur í brauðið. Ég var svolítið flækt sko stundum, sérstaklega voru 3 litir en aðeins meira flækt en þegar maður er að gera það í rétta átt. Þannig að þetta er það sem ég er búin að vera að vinna í síðan ég talaði við síðast. Og svo náttúrulega er ég að gera svona algjört hernar leyndarmálsverkefni fyrir Steven, svo ég get ekki talað um það. Og svo náttúrulega var ég að ljúka við áskorunina mína að fara upp á fjall 15 sinnum í maí og tókst það bara vel og síðan fekk ég bara æðislegt kvef og held ég búin að fara út að hjóla 2 núna í júní, en ég ætla að fara á eftir því ég er búin að þessu og meðan þetta er að malla inn á tölvuna að þá ætla ég að fara hjóla upp í fjall og fara upp Selbrekkuna og aftur niður og aftur heim. Það er svona klukktíma gigg og það er bara mjög fínt, mjög fín hreyfing. Eins og ég segi, maður á að hreyfa sig þegar maður getur það því að það gerir það enginn fyrir mann. Og heilsan er dýrmæt. Nú þegar að þessir þetta leyniprjón, sjalið, sokkarnir og peysan verða búin, þá fæ ég að fylla upp á annarri peysu og halda áfram með 2 önnur eldri verkefni. Ég ætla þá að halda áfram með sjalið, hans Stevens Brio sjalið sem ég er margbúin að sýna ykkur. Þetta gula og með hérna baby súri í alpakkanum. Og svo verða sokkar út í bíl og svo ég er svo mikill tossi með þessar hérna með, skal ég segja ykkur, sumargjafir barnabarnanna. Ég þarf líka, það þarf eiginlega að fara núna í næstu. Já, ég tek það, ég klára það og svo tek ég sjálf. Ég verði eiginlega að láta þau ganga fyrir. Bara, þú veist. Það er bara svo margt annað spennandi sem ég langt til þess að gera. En, óvel. Nú, ég er svo sem ekkert búin að ákveða hvaða peysa að vera næst. Kannski verða þessi. Eða, það stendur hérna á blaðinu góða. Peysublaðinu.
Enchanted Mesa langar mig líka rosalega að fara að byrja á. Og flagspeysuna úr garninu sem ég keypti á Selfossi. Það eru alveg hérna, þú veist, eins og ég heyri, það eru nokkra sem ég langar til þess að fara að gera. En, nóg það. Það kemur bara í ljós, það verður bara, svo kannski byrjaði bara á eitthvað sem ég hef ekkert talað um. Það datt mjög skemmtilegt í pokann. Nú sé var ég ekki örugglega búin að sýna ykkur. Ég er að kíkja í hérna, það er nú gott að vera með svona smá bókhaldi yfir hvað maður talar um. Það er ekki búin að Herðu, ég sýni ykkur það bara snöggvast aftur. Ég man ekkert hvort ég var búin að sýna ykkur það. Ég fór í handprjón í Hafnarfirði þegar ég var búin að keyra dóttur minn út á flugvöll og fékk mér hérna Cascadians Heritage Wave og þetta ætla ég að nota í sjalið hennar Andreu Mári sem ég er búin að tala svo mikið að gera og er ekki með, og það er dottið út með hvað það heitir einfaldlega því að ég er að tala um það. En það er þetta sem er gert úr rándýra handspunna garninu. Fékk mér þessa 3. Ég ætla að sjá hvernig það kom út þegar maður vindur upp, hvort ég geti tekið utan af og innan úr, hvort það sé löng litaskipti í þessu eða hvernig ég fer að þessu. Já, það er engin, þetta er bara litur 506. Þessi típa. Og þessi græni er 517. Og þessi órans er 502. Þannig að þetta, ég hugsi ég hafi smá svona, að það er allt í riki og ógeði hérna eftir saumaskapinn í síðustu viku, þannig að það getur vel verið að ég taki svona uppvindunaræði. Það verður náttúrulega ennþá meira fluff hérna út um allt. Nú, hún í Hex var að fylla á vefsíðuna sína, hún Ásdís, og ég stóðst ekki mátið og fekk mér 2 hespur, annars vegar ambátt og hins vegar hornkerling. Ambáttin er þessi ljósa. Ég bara, þetta er bara sjúllað. Og vélinn er nú bara að ná þessu nokkuð vel. Ég veit ekkert hvað þetta á að verða, mér langaði bara í þetta. Það voru mánaðamót. Síðan var dóttir mín í Manchester og ég náttúrulega vissi að hún yrði ekki fjarri þessari búð og ég stóðst ekki mátið. Þó að hún sé svolítið út fyrir minn litaramma þá sá ég nú ýmislegt inn á vefsíðunni sem kom til greina og sendi dóttur mína í Countess of Blaze og hún sagði þetta var upplifun. Ég þurfti að hringja bjöllu til þess að komast inn. Það er bara læst inn í búðina og þurfti bara að hringja á bjöllu og ætla að komast inn að versla. Sjálfsagt svona þeirra aðferð til þess að verjast stuldi eða þjófnaði úr búð. Þannig að ég fékk, þeir eru mjög svona, það liturinn nær alveg inn í dýpstu rætur þráðsins. Mjög svona djúpir, concentrated, eins og ég segja. Þessi guli er The Hunger Games og The City of Ember er þessi, hann er ekki alveg appelsínu gulur, hann er meira svona, það er svolítið rautt í honum. En þetta er bæði Blueface Lester og 25% nælon, 100 gram, 425 metrar. Þetta verður eitthvað sjúlega fallegt.
þegar þetta verður, þegar ég er búin að ákveða hvað þetta verður allt saman. Þannig að stelpan á alveg orðið núna, hún á alltaf gott stass og það minnkar ekkert. En það er bara gott, það er bara, maður á að leyfa sér það þegar maður getur. Nú, svo er ég að fara í afmæli og svo veit ekkert af því að ég sé að koma í afmæli til hennar og þannig að og við höfum alltaf reynt að gefa hvor annari eða hvor öðru við og þessi vinahjón einhverju sem að minnir á okkur, þarf ekki endilega að vera dýrt eða eitthvað en það er bara hugurinn sem gildir og hún er mikill bröltari eins og svona, já, fjallageit og hjólar og alls konar þetta allt saman og ég veit að hún prjónar, grípur nú stundum við prjónuna og kannski aðalega á veturna þannig að ég er að vona að bíði mín 20 metrar á flísilínu eða svo upp á pósthúsi þannig að ég geti græjað eina spes tösku fyrir hana síðan ætla ég að gefa henni tvenn sokkapör, annars er þetta bara Felici mjög gott og síðan er þetta handlitagarn eftir mig þannig að það er svona, þú veist ást í hverri líkju líki í þessari en ennþá meiri í þessum og þetta er gott svona þegar maður er í tjaldinu eða labba og ef það er kalt og mann vantar að auka hlýja á tásurnar og svona og síðan náttúrulega að því eins og ég segja að því að veit að hún prjónar og ég mátti ekki þetta kom svo óvænt upp þetta afmæli ég mátti ekki vera að því að græja eitthvað meira og fann ekkert annað í kistunni minni sem að mér hugnast handa henni og ég veit að hún mun elska þetta er þetta garn og þetta heitir sem sagt Berger de France og þetta er allt endurunnið garn sem sagt meiri hlutin af þessu þetta er 60% akríl og svo 18% endurunnið akríl 12% endurunnin ull og 6% endurunnið polyamid og 4% endurunnið fiber diversis. Ég veit ekki hvað það þýðir. Það er sennilega þetta sem glitrar á, það er svona pínu bling í hespunni. Þannig að þetta fer bara hún í poka og samt bréfi sem ég skrifin og útskýri pælinguna bak við það og ég hugsanlega ég er að spæja láta hann að fá uppskriftina af gaddgönguhúfunni og prjóna með þannig að það verður bara svona lítið kitt tilbúið til þess að prjóna úr. Ég nefnilega gerði gaddgönguhúfu úr þessu garni og það kom ótrúlega vel út. Þetta er gefið fyrir 5 mm en með því að fara niður fær maður náttúrulega þéttara efni og hlýrri húfu þar að leiðandi. Þannig að það er alltaf gaman að gera svona gjafir. Já, þannig ég vona bara að vera ánægð með þetta. Nú, svo ætla ég að fara örsnögt yfir töskurnar og svo sjálfsagt blaðra aðeins við ykkur. En ég fekk fullt af nýjum efnum og skellti í sletta töskum og það er nú slatti farin. Og ég átti að sauma nokkrar viðbót eins og ég segi, ég var að bytta flíslíni. En það eru komið inn á vefsíðuna allar efnistýpurnar sem ég fekk. Og svo ger ég ekkert meira en jú, það eru 3 efnatýpur á leiðin til mín. Og ég sé bara hvernig stuð ég verði í, hvort ég geri það núna eða seinna í sumar og af því að svo er ég náttúrulega fer bara þegar það kemur að göngunni og ef það er eitthvað eftir á þessu í búðinni þá fer það náttúrulega bara þangað og eitthvað meira til. En ég verið mikið spurð að því að maður er náttúrulega að nota þetta svolítið mikið þegar maður er að ferðast og ég svo sem hef ekkert verið í einhverju veseni með það en ég náttúrulega er ekki með börn og það er ekkert mikil óhrindi þegar ég er að ferðast þannig lagað. Þá ætti að reyna það þegar ég byrja að fara
eða þú veist, jú, ég hef alveg fengið einhverja bletti, vassbletti og kaffibletti og eitthvað svona, ég hef bara þegið töskurnar. En ég ákvað að prófa að kaupa efni sem að hrindir frá sér vatni og óhrindum og setja neðan á sletta af töskunum. Sjá hvernig það kemur út. Og hérna svona himingeimurinn með þannig botni og handföngin eru úr, þetta eru gölluðu rennilásarnir, þá bara klippi ég af rennilásagæjan og tek rennilásinni sundur. Staðan fyrir að henda ég, þá nýti ég það til þess að búa til handfangið úr þeim. Og þetta er náttúrulega allt með kassalagaða botninum og alltaf með ljósu fóðri svo maður sjáu betur hvað er ofan í töskunni og svo bara stendur þetta eins og já, hún var eitthvað að tala við mig síminn, eitthvað hámarks eitthvað, þannig hún er ábyggilega verið að kötta á vídeóið og hérna byrja að taka upp á nýtt. Já, þannig að þetta stendur bara eins og karfa á gólfinu og er ennþá stöðugra með þessu efni í botninum. Þannig að það er svona blá himingeima taska og hérna er svona grænt gallabuxna efni. Þetta eru svona þessar tvær típur, bláu og grænu, eru alveg tilvaldarundir eins og sokka og húfur og svona barnaflíkur og þess aftar. Og svo fara það hérna smá stækkandi. Hér eru lamadýrin, ótrúlega krúttleg. Það er ein svona útilegu taska eftir. Björninn og refurinn fóru skellt sér í útilegu saman og bánsinn. Flamingo, það er ein svona eftir og hugsanlega kemur önnur þegar ég er búin að fá meira flísilein, en hún er ekki með þessum vatnselda, hún er bara svona með hefðbundnum botni. Það er svo sumarlegt og skemmtlegt. Og önnur svona sumarleg með vatnselda eða fráhrindandi botninum. Síðan hérna fyrir tónlistar fólkið með svona botni og hér er fyrir heimshornaflakkarana. Það eru 3 svona með mismunandi myndum á og inn á vefsíðunni er hver og ein stök fyrir sig þar, þannig að það sé hægt að sjá ef maður bara zoomar inn í myndina til þess að sjá hvað er á töskunni, hvaða lönd er á töskunni. Og þær eru bara 3 svona og verða ekki fleiri. Síðan eru 3 svona hjólatöskur með fráhrindandi. Þetta er franskt eða bara Amsterdam. Það er náttúrulega bara eiginlega meira viðeigandi finnst mér. Þetta var auglýst sem svona franskt þema en þar sem að hjólin eru nú ríkjandi, þá er þetta nú bara Kaupmannahöfn eða Amsterdam. Og síðan þessar þrælvinsælu kindatöskur og ég fæ ekki meira á þessu efni. Þannig að þær eru 5 eftir af því í augnablikinu. Þannig að þetta er það sem er til núna og svo náttúrulega eru örfáar 3 eldri týpur eftir og svo smátöskur og eldri týpurnar eru með afslætti. Þannig að þetta er það sem er í gangi núna. Og já, eins og ég segi, ég fór upp á Apavatn helgina. Maðurinn minn er í rafiðnaðarsambandinu og við förum mikið þangað, bæði í bústað og tjöldum þar. Og við fórum núna og lentum náttúrulega bara í geðveiku veðri og bara sem betur fyrir var ég með sólarvörn, annars hefði ég þurft bara að liggja í móki inn í tjaldi af því þar var algjör steik, sko. Og þannig að maður bara, já, maður er komið með fullt af fínni bóndabrungu. Og við fórum að veiða og svo vorum við bara með vinnum okkar, frænda mínum og kona hans. Jú, það eru vinnur okkar og börnunum þeirra, 5 stykki, þannig að það var mikið fjör. Þau fóru heim á sunnudeginum og við héldum bara áfram að veiða og slappa af og maðurinn minn reyndar tók kajakinn með og fór tvívegis út á hann og meðan var ég bara að prjóna og njóta mín og
Það var bara æðislegt. Svo þau vorum að pakka niður vagninum og þá var bara sprungið á gæjanum og en við erum með dælu í bílnum, þannig að við dældum loft í hann og komumst allavega heim og ég er að fara upp á hjól bara verstaði því ég er búin að fara í hjólatúrin og láta laga þetta svo við getum nú haldið áfram. En þessi veðurspá sem er framundan, hún er náttúrulega bara ekkert annað en dásamleg og ég held að við höldum okkur bara heima núna helgina. Kallinn er að fara svo í veiði í næstu viku og byrja í sumarfríi, þannig að já. Þannig að það er svo sem liggur ekkert á þessum dekkjamálum en vagnin er hálf hallarislegur hérna út á götu svona með ekkert dekk á sér greið. Þannig að ég ætla að fara og hespa því á eftir. En ég stefnaði að vera búin með allt þetta sem ég var að sýna ykkur sem verk í vinnslu næst þegar við hittumst eftir það bil 2 vikur og vonandi komin með þá eitthvað nýtt í gang. Hver veit og já, þið bara endilega kíkið á heimasíðuna og eins og ég hef sagt áður, þetta er ekkert bara undir handavinnina, fólk er að kaupa þetta undir snyrtivörur, sem bleiutöskur og já, bara alls konar. Og þannig ég bara svo sem hef ekkert meira að segja. Maður dettur alltaf svona þegar þetta búið, maður veit ekki alveg hvernig maður á að haga sér. En ég bara óska ykkur góðrar og góðra handavinnu vikna og við sjáumst, eins og ég segi, fljótlega eftir það bil 2 vikur. Takk fyrir og bless bless.